þá var að ræða ESB, þjóðaratkvæðagreiðsluna eftir 11 daga eða svo. Við höfum haft þann háttinn á að fá einn gest í einu og við hann að rökstyðja, kannski sína afstöðu en líka segja okkur ýmislegt þannig að hægt og bítandi byggist upp einhver betri heildarmynd af hvað þetta merkir allt saman, hvort að Ísland eigi að gangi í Evrópusambandið eða ekki, eða hvort við höfum að sækja eða ekki. Og nú komið að Ásgeiri Brynjari Torfasyni sem var eiginlega mikill fastagestur hér. Ég sagði það hérna í kynningunni að mér minnir að þú hefur komið næstu einu sinni í viku í gegnum alla COVID-kreppuna. Já. Það hefur verið lóðsokkar í gegnum það tímabil. Ég held að þetta sé að nálgast 100. þáttinn. Ég náði ekki að telja það saman en það hefur verið svolítið hlé. En þið fengu nú hérna vaffer hlaðvörpinn í. Já, en ég man eftir því að þegar við vorum að ræða og þá vildi þú stundum tala um Evrópusambandið og ég ýtti því svolítið í burtu. Já. Þú varst þá svona Evrópusinni sem að fékkst ekki alveg að tala eins mikið um Evrópu þú vildir. Ég hef alltaf verið Evrópusinni á þessar öld. Já. Þannig þú ætlar að segja já. Já, ég sé ekki að það sé hægt að gera neitt annað en það. Það eru ýmsir sem að sjá það, en þú sér það ekki, þannig þú ætlar að krossa við já. Og ég geti sagt þér söguna, sko, ég fór fyrst til útlanda bara 20 og þegar ég fór í meistaranám til Noregs, MBA sem var ekki til hér á landi þá, aldamótin, 2000 fór ég út og 2000 kom ég heim. Ég var svo óþólandi í bekknum, nú 35 í þessum bekk og ég var alltaf að tala um hvað Ísland væri frábært og sérstuð Íslands og að sko með nemendur mínir voru hann svo þreytt á þessum sjálfbyrgingshætti Íslendings að þegar þetta var svona alþjóðlegt nám og þegar það var kort af Evrópu þá voru þau búin að stroka út Ísland til að ég færi ekki að taka dæmið þaðan. Svo kom ég heim, sá Íslandi aðeins öðru ljósi, svo flutti ég aftur út. Ég held að mjög margir þeirra sem hafa búið erlendis eða fyrir utan Ísland sjáu hlutina öðruvísi heldur en neysinnanir og ég held að sérstaklega fólk sem hefur búið í Evrópu og Evrópusambandinu og búið jável tvisvar erlendis að það geti ekki séð hagsmuni þess að velja nei. Já. Þá er þetta að vísa til þess kannski svipað og ég hef oft ekki dæmi af því að hérna eftir hrun að þá færðist þið upp vesturströnd Noregs og sendi svona undan mér á Facebook, svona býr Íslendingur hér og þannig ég ræddi við alveg stóran hóp Íslendinga sem höfðu sumir búið þarna lengi en kannski stærsti hópurinn var sá sem hafði flutt til Noregs eftir hrun þegar það var atvinnuleysi hér. Og það var eiginlega sammerkt öllu þessu samtali að svona þegar fólk var orðið svona örugt með mig og treysti manni að þá kom setning sem var eitthvað svona þegar ég var búin að vera hérna svona í 3 mánuði þá rann upp fyrir mér hvurslags djöfulsins basla er að búa á Íslandi. Þannig að þú ert eiginlega að vísa til þess í sambandi við Noreg og Svíþjóð. Það með því að kynnast öðrum samfélögum sem eru bara fjölskylduvænni og mannvænni að þá rennur upp fyrir manni að það er eitthvað stórkostlegt að hérna. Já, bara börnin mín, eitt af börnunum mínum með barnamönnum var að flytja frá Kanada til Noregs núna og hérna og þau bara, heyrðu pabbi hérna bara sonur minn bara komin inn á leikskóla núna strax 2 vikum eftir að flutum og dóttir mín sem er 6 mánaða, hún er bara komið með pláss í janúar þegar hún verður ársgömmul og hérna búin að vera hér í angist eins og flestir nýbakaði foreldrar á Íslandi hvenar kemst barnið mitt að hvernig á ég að brúa bíli og það eru fleiri svona dæmi einmitt sko þegar fólk hérna kemur tilbaka sem að því að byrjaði þannig upp á aldarinnar að jafnvel þó við séum með EES að þá er ekki búið að takast að fyllilega innleiða sem réttindi eða hvort sem það er slugsagangur eða ekki búið að klára það eða það kom ekki fyrir fyllilegin. Eins og til dæmis fólk sem flytur heim til Íslands þarf að hafa haft búið hér í 6 mánuði að hann kemst inn á sjúkratryggingar. Leið og kemur út þá ertu komin inn í kerfið og áttum mér að segja inn í fæðingarorlofi því að það er lengra þar en hér en svo kemur heim ef að þú ert að fara að eignast barn einhverjum rétt mánuðum öfugt í hina þessa áttina að þá færð ekki hérna fæðingarorlofi eða bætur meðan að sko Evrópudómstóllinn búin að úrskurða að fólk á rétt á svona innan Evrópu og það fær það þar og leiðréttingu en hér eru við einhvern veginn
afland segja svona. Ég hef líka sagt frá því að þegar ég fluttið til Danmerkur að þá datt ég beint inn í kerfið og það sem var eiginlega furðulegast að 10 dögum eftir ég skráði mig þá hringdi í mig og það var heimilislæknirinn minn sem vildi fá mig í skoðun og ég sagði að það ekkert að mér, ég get að skoða mig, þannig að ég ekki að gera það fyrir þig, ég að gera það fyrir mig. En hérna þá hafði ég ekki verið með heimilislækni í áratugum saman, svo kom ég aftur heim og þá fekk ég meðal annars flogakast og eitthvað fleira og fór í svona rannsóknir og ég held að á þessu 6 mánaða tímabili hafi náð 750 skalir að mér sem að þáttu að ég hefði borgað skatta frá allar mína hunds- og kattatíð að þá var ég í þessu millibili. Íslenski ríkisborgarar eru það líka. Sko. Já, þetta er bara miskilningur. Þetta þurfum að tala basla á Íslandi og hvað er mannfjandsamlegt kerfi sem er hérna og það er það bara þannig. Þetta er til dæmis mjög erfitt fyrir öryrkja eða foreldra langveikra barna. Þú þarft alltaf að vera að sækja sjálfur þjónustuna og þetta er eilíft barningur. Móteitrið því er ekki Evrópusambandi með það sem við erum að segja því við tökum báðir dæmi af Noregi þar sem það er ekki svona og Noregur er ekki í Evrópusambandinu. Þannig akkur heldur þá að Evrópusambandi sé móteitur við íslenska baslinu? Nei, sko, ég flutti síðan til Svíþjóðar, það sem er Evrópusambandsland og það er alveg rétt, það er ekki, að lausnin kemur ekki sjálfkrafa þaðan. Það er alveg hægt að reka, en við erum búin að sýna það að okkur tekst ekki að reka og hér er fólk sko, sem hefur spurt mig, fólk sem hefur búið hérna lengi að tala íslensku, ég nefndi þetta í öðru hlaðvarpi sko, frá Póllandi og ég vel Rússlandi, bara hvað er þetta með heilbrigðiskerfi ykkar? Ég í Varsjá eða Moskvu kemst ég bara að hjá heimilislækni, en hér er þetta svo erfitt og flókið og sko, þannig að Já, þú veist, það tekst í öðrum löndum, saman hvort það er Noregur eða jafnvel Rússland, en þetta eru stærri lönd og þau eru kannski skipulegri og með meiri aga. Ég uppáhaldsdæmi mitt undanfarið að því þegar ég byrjaði í fjármálaráði fyrir áratug síðan, þá var innvið átaka að útrýma innbreiðum brúm við hringveginn. Þannig að hefnaði sig ekki margir útlendingar búin að lendi í fram úr árekstri á þessum dauðagildrum sem þessar brýr eru, þröngva bílum saman út. Það er ennþá slatta brúm eftir. Við ætlum að vera sko meiri en áratug og þetta eru 10-15 brýr, ég man ekki hvað það eru. Þetta er einhver tekni frá sko, Rómverjum tókst að byggja brýr hér. Við sko líkindin eru stundum farin að vera eins og þegar Ísland eða Lettland gengu inn og það komu síðan rosalega fínir vegir sem voru styrktir í Evrópusambandinu. Hraðbrautirnar. Þær eru líka sem hringvegurinn myndi verða í og smyrill. Já, og þær eru í Svíþjóð og þær tengjast alveg inn á E-vegi í Noregi þó að þeir séu ekki í sambandinu heldur í. Vegakerfið í Noregi er reyndar ekki, ég held að þeir séu með næstversta vegakerfið í Evrópu. Já, þeir myndu eflaust fá mjög miklu. Við að það er aldrei neina hvað heitir þetta, vegaxlir. Það er svo þröngir vegir í Noregi. Við höfum tekið það upp hjá þeim. En þó að við gangum inn í Evrópusambandið þá kannski er þetta að sækja stuðning við uppbyggingu hringvegarins og það sem er skilgreint sem svona grunninnviðir Evrópu, sem kannski Reykjavíkurhöfn og Reykjavíkurflugvöllur og kannski Akureyri og Egilsstaðir og eitthvað svoleiðis og þá borgar Evrópusambandið svona 30% en það er ekki þannig að koma ykkur Evrópumenn og lægi allar þessar brýr fyrir okkur. Nei, ég meina það er Evrópustaðlar sem segja að hvalfjarðargöngin séu einn hættulegustu göng í Evrópu. Bara varðandi öryggisstaðla sem að hér á landi er alltaf kynnt sem bákni í Brussel og reglugerða fargan, það er bara út frá í Evrópu með 450 milljónum, ekki 400.000 eins og við. Það var orðið ákveðið mörg slys í göngum og þá er stöðlum breytt svo að ekki þurfi fleiri að deyja í slysum í göngum. Og við meiri sér gátum ekki keypt sko viftur sem taka mengun út úr þeim, þannig að þetta eru menguðustu og hættulegustu göngu í Evrópu. Ég veit ekkert hvort við myndum fá styrkla laga en þarna kemur allavega öryggisumhverfið sem segir okkur hvernig við ættum að geta gert hlutina betur. Og ég sé bara þegar ég fer Ítalíu upp í Ölpunum sem er svona svæði eins og Ísland, sko, þar er verið að breikka þessa þröngu vegi í svona tornandi beyjum. Ég vissum að þetta er að hluta til
annars vegar Evrópusambandspeningar og hins vegar bara Evrópureglugerður umferðaröryggi á vegum. Já. En ef við verðum að telja krónunar, að þá kæmi með þessu 30% styrk frá Evrópu kröfur sem meira en 30% af kostnaðinum. Þannig að við fengjum ekkert fleiri að vera jafnt kostnaðsamt fyrir okkur að leggja vegina samkvæmt Evrópustöðlum og það væri að gera þetta með okkar lagi. Já, en veistu hvað, ef við værum komin inn og ég alltaf að sjá þetta skýra því að fólk verðist trúa EES-samningurinn annars vegar sé ævarandi og hins vegar hafi fært okkur alltaf góða, við getum valið úr honum. EES-samningurinn færir okkur að hér meiga öll verktakafyrirtæki í Evrópu koma að bjóða í, svona, ef við tökum vegaframkvæmdina áfram sem dæmi. Ég alveg samfærður að þau eru mjög fá að gera það vegna þess að hér kostnaður í krónum og þau þurfa að reikna einhvers konar álag í viðbót við flutningin. Það minna vesen að fara með græjurnar innan Evrópu en sko og auðvitað eru samkeppnisforskot þeirra sem á staðnum yfir en þetta svona sem hinn sameiginlegi markaður virkar. Að það sem hægt að fá hagkvæmara af stærð og að utan með samkeppni milli stórra aðila að það skila sér í lægra verði. Hér á þessari afmörkuðu einokun eða fákeppni. En verktakafyrirtæki hafa mátt koma hingað. Já. En hafa ekki gert það. Nei. Af hverju þetta að gera það að vera með Evrópusambandið? Ef að krónan komin inn í ERM og það orðið öryggi að hún muni ekki hoppa og skoppa því að allir í verktakabransanum eða fjármögnunarbransanum vita alveg og vissu alveg að það voru stóri sjóðir sem tóku stöður á íslensku krónuna vegna innflæðisins í Kárahnjúkum sem voru risaframkvæmd samhliða bankabólu og það var vita að gjaldmiðillinn myndi falla eftir að þær framkvæmdir myndu stöðvast að öðru óbreyttu. Þannig að sko þar var þurfti meira að segja einhvern samning held ég Davíðsson Berlusconi sem allavega kom síðan eftir að þeir höfðu hist ítalskt verktakafyrirtæki. Það var ekki slakað á með kröfum. Jú, ríkisábyrgð og... Já, dó fólk þannig. Það var allt frá Evrópusambandinu. Nei, það var fyrirtæki frá Evrópusambandinu. Það var ítalskt fyrirtæki, já, en kínverskir og tyrkneskir undirverktakar. En þú veist, þannig virkar hinn alþjóðavæddi viðskiptaheimur og þegar það er nógu stórt verkefni að nógu tryggt einhvern veginn að það muni ekki koma gjaldeyrisálag ofan á tilboðið sem að eyði upp ábatanum fyrir stóra fyrirtæki að fara þannig út á þannig jaðar að vinna í að smíða eitthvað þar. Ég meina, ég vann fyrir alþjóðlegan amerískan sjóð í Skandinavíu og það sem að Svíþjóð var jaðarsvæði fyrir þá. Þeir voru að vaksa inn í Austur-Evrópuna þá, þetta var hann fyrir 20 árum og þeir gátu komið með þekkingu og stundum jafnvel undirverktaka sem voru sérhæfðir í sínu bygging og við gátum að lækka byggingakostnaðum sko 40% með því að stóraðali komin á markaðin byggðir hraðar stærra með sérþekkingu á okkunnum sviðum. Þannig að þetta er sko aftur, maður getur ekki verið viss eða lofa því, en aðstæðurnar fyrir svona hagsbætur á hraðari að þurfa ekki að taka 2 áratugi að útrýma þessum 15 einbreiðu brúm á hringveginum. Er það ekki fjármögnunarvandi? Líka, já. Og þar kemur þá fjármögnun ríkissjóðs sem klassíska dæmi sem ég tók hér alveg síðan í COVID og var alveg frá því fyrir áratug því ég byrjaði fjármálaráði. Grikkir að borga minna hlutfall af sínum þjóðarútgjöldum í vaxtakostnað fyrir hið opinbera heldur en Ísland. Þó þeir séu með, það var þá 4 sinnum meira af skuldum, núna það kannski 3 sinnum meira af skuldum að því við erum búin að auka okkar skuldir, þeir eru búin að lækka sína skuldir í Gríklandi. En þar að auki munurinn í lægri vöxtum, þannig að stappin af skuldunum sem hlutfall af einhver skiptir ekki máli heldur prósenturnar sem ríkissjóður að borga í vexti og hlutfall þeirra útgjalda af heildarútgjöldum ríkisins. Þá þetta byggja fullt af brúm fyrir þann sparnað eða heilbrigðiskerfi. Kostnaður skuldir þannig að
að þegar Grikkir eru komnir á mikið hættusvæði með 150% landsframleiðslu í skuldum ríkissjóðs, að þá það sambærilegt ástand til okkur, þeir eru með 50%. Já. Að því að við borgum þrisvar hærri vexti. Þetta er 3 svar núna held ég. En einhvern tímann þegar þetta var nefnt þá sagði einhver svona neyistinn að það nú allt í lagi vegna þess að þessi vexti fara allir í lífeyrissjóðun okkar. Já, að því þeir þurfa að vera verðtryggðir að því að og það er þetta höfrungahlaupi eða hvað menn vilja kalla það sem þið frábæra við krónuna að það er æðislegt að eiga peningi í henni eins og ég hef margoft sagt hér og Guðni Þú átt peningi í gegnum lífeyrissjóðuna. Þú bara borgar háa vexti, horfðu bara á það sem að þú ert að borga ellilífeyri þinn. Þú ert bara glaður. Ég hef miklu betra traust til litla lífeyrissjóðshlutan sem ég á út í Svíþjóð. Þar sem verið að fara að tala núna jafnvel upptöku evru, þó þeir hafi neitað því fyrir 22 árum. Af hverju? Það er ekki líklegt að nú þetta ríkisstjórn gerir það. Að því, já, nei, en það kom inn skýrsla, 500 sína skýrsla í vor frá Calmfors sem gerði hina skýrsla og Ingves sem var seðlabankastjóri með kafla í henni og mjög merk, en punkturinn þar er sænska krónan hefur teikað aftan í þýska markinu og evrunni og stýrivextinni hjá þeim líka. Þannig að þessi hugmyndum sjálfstæða peningastefnu er meira teoretísk heldur en En ef þetta er svo snjallt, Evrópusambandið og það sem sá sem að getur gert hlutinu ódýrast að hann gerir það og sem að örvar hagkerfið, það bara er ekki að gerast í Evrópu. Það er bara hálfgerð stöðnun í Evrópu búin að vera lengi. Það er minni hagvöxtur í Evrópu heldur í Bandaríkjunum. Já. Og þessari öld. Og muna töluverðu. Já. Af hverju viltu tengjast deyjandi efnahagsvæði? Það er bara málað upp sem deyjandi. Ef þú hefur komið að vera í Evrópu þá sérðu alveg hverslags blómstrandi efnahagur er þó að það séu með sínar áskoranir á mismunandi sviðum. Samanburður við Bandaríkin er alltaf bjagaður. Flutt þú þá bara til Bandaríkjanna og fáðu 1 viku í sumarfrí í staðan fyrir 5-6 eins og er í Evrópu og 3 daga í jólafrí. Þú veist, þeir vinna miklu meira og síðan er þessi hagvöxtur þar að stærstum hluta til komin vegna þessarar gervigreindarbólu og gagnavera fjárfestingarna, svolítið svipað hér og hlutabréfamarkaðshagnaðurinn og hagvöxturinn í landsframleiðslunni er út af þessum tæknifyrirtækjum sem er út allan heim að færa heim til Bandaríkjanna hagtölur fyrir fólki sem vinnur þar og lifir þar. Er þetta ekki þessi blómlegi munur og aftur Grikkland er að byggja metrókerfi kaupanöfni búin að því meðan að við erum ekki búin að kaupa rafmagnsstrætó hvað þá geta byggt borgarlínu eða almenningssamgöngur til rafmagnsstrætóar. Já, þeir eru komnir, ekki til Keflavíkur allavega. Það er einkafyrirtæki sem sér þær samgöngur. Ég meina, það eru einkafyrirtæki sem reka rafmagnslestinnar út á flugvöllinni í Stokkólmi, Oslo og Þú getur týnt til eitthvað svona í sambandi við Bandaríkin. Ef við förum bara í COVID-kreppuna, ef við förum í efnahagshrunið og fleira, þá hafa Bandaríkin bara verið fljótara að jafna sig heldur en Evrópa. Það er eitthvað í Evrópu, stóra vélin þeirra í þýska hagkerfið. Það har alltaf verið hagvöxtur í Þýskalandi í 5 ár. Aftur, þú ert að bera saman Bandaríkin sem er eitt land með federal government. 52 fylki. En fylki, já. En síðan ertu með Evrópu sem eru 27 sjálfstæði fullvalda ríki þó að hér sé sagt í umræðinu að það sé verið að tapa fullveldinu við það ganginn. Það er einmitt þess vegna sem að er flóknar og tekur lengri tíma og ég sé Evrópu eða Evrópusambandið alls ekki sem einhverja svona glimrandi lausn sem lægi allt. Ég var með miklar áhyggjur 2010 til 12 og þannig að tannlæknirinn minn sá það á glerungnum að evran gæti hrunið sem gjaldmiðill. Hún er búin frá 2012 að sanna sig og er núna með einmitt falli dollarsins úr stallinum sem leiðandi mynd heimsins og að þá er evran alveg orðin jafngild sterk alþjóðleg mynd og það var hræðilegt hvernig maður farið með Grikkina á þessum tíma en þannig er Evrópusambandið perfect project sem er alltaf við það að
misheppnast, að því það hreyfir sig of hægt, það lagast of seint, en alternatífið, hinn möguleikinn, þá þarf maður að fara alveg aftur í söguna hvernig það var búið til, og það var ekki til þess að fyrirbyggja stríð í Evrópu per se, það var til að gera það, og nú ég vitni í Schumann-yfirlýsinguna, til að gera það ómögulegt að stórveldin, Frakkland og Þýskaland myndu nokkuð tíman fara í stríð eða geta farið í stríð aftur. Það snýst það. Og þannig efnahagurinn samþættur, síðan sameiginlegi markaðurinn, það gengur allt og hægt að gera fjármálamarkaðinn samþættan með sameiginlegum skuldabrjöfum Þessi öryggi sjónarmið að þetta leiði til fríðar í Evrópu hefur líka mistekist. Frakkland og Þýskaland eru sameiginlega komin í stríð við Rússland. Þannig að það er ekki eins og að fylgi ykkur fríður í Evrópusambandinu. Nei, og það var... Evrópusambandið styður þjóðarmorðu í Gaza. Aftur, ég var að segja, í yfirlýsingunni, það var ekki markmið skrifa niður að útrýma stríðum í Evrópu eða fyrirbyggja. Það var að fyrirbyggja að þessi tvö stórveldi fari í stríð. Það er einn sameiginleg markmið. Svo var eflaust trú Þjóðverjanna, þegar þeir voru svona háðir Rússum með gas og þess að það myndi ganga eins og það gekk vel við sameiningu Vestur-Þýskalands og Austur-Þýskalands að ná viðskipta samþættingu við Rússland og þeir fóru illa á því. Þú getur spurt fólkið í Austur-Þýskalandi, það er ekki á því að hafa gengið vel. Nei. Það er bara, nú er það fólki sem hefur gert Alternative for Deutschland að stærsta flokki Þýskalands. Já. Þess að það lítur svo á að sameiningin hafi raunverulega, það var öllu rænt frá okkur. Já, ég veit, ég meina heimurinn er svona flókin, alveg eins og það er blanka fólki í Ameríku sem er að kjósa milljarðamæringin Trump sem forseta sinn, ég meina, en ekki einvörðungu, það er bara eina sem gerðist að Trump fekk yfir fleiri atkvæði úr þeim hópi heldur en að aðri republikan hafði náð. Það er ekki eins og að bara öll ástétt í Bandaríkjunum hafi fyllt sér á Trump, það bara er ekki þannig. En mér finnst svolítið merkilegt í umræðinni hér á landi þegar það verið að horfa með svona glampa í augum til Bandaríkjana sem okkar besta bandamanns. Þú veist, maðurinn er yfirlýst, ítrekkað á alþjóðasamkonum að segjast ætla að taka Grænland og við þorum ekki einu svona ræða eru við Vestmannaeyjar Grænlands, sem sagt, fylgjum við með eins og Kolbeinsey eða Grímsey eða... Það mátti næstu skilja á hershöfðingunum sem var hérna í gær. Nei. Að hann alltaf ná varanlegum her hingað til Íslands. Þannig við erum stökkpallur og leiðara til Grænlands. Já, ég meina ég skrifaði það í fyrra þegar ég var með nokkra greinar niðurbrot NATO að einar sem er mögulega gerð hérna. En punkturinn í af hverju ég er svona samfærður að hagsmunum okkar langt umfram efnahagslega hagsmuni einmitt meðal annars öryggishagsmuni og þú veist, öryggi er ekki bara herþotur í Keflavík til að verja okkur eða kafbátaleitarþotur. Öryggi nútildags og stríðsreksturinn nútildags snýst allskins tækni og þar er uppbygging á rosalegum viðbúnaði svona neturyggisveita í Evrópu. Sem er bara aukið eftirlit með borgurunum. Þannig ef þú byrjar að skrifa hérna, ert á móti Úkraínu stríðinu, þáttöku Evrópu í því, að þá getur þú bara lent í vandræðum. Ég er nú meira að hugsa að vera ekki hakkað inn í hérna kerfi á Landsvirkjun eða veitum og vatnið okkar hætti, en punkturinn hér er samt það nú þegar komið upp myndavélakerfi hérna og ef þú fylgist með fréttunum nýlega, það eru upptökur úr símum notaði dómsmálum sem að það var umræða þegar ég bjó í Svíþjóð hvort það ætti að veita lögreglu heimildir. Ég hef bara sé í Kína svona mikið að myndavélum út á götu sem taka allt upp hér, það er ekki hægt að labba bæinn á þess að löggan geti alveg fylgst með hvert maður labbaði og fóru og stoppaði og þetta höfum við ekkert verið mikið að ræða eða verið einu svona rætt á þinginu. Í Evrópusambandinu eru privacy act, svona tilskipunum réttindi friðhelgi einkalífs og til dæmis að þú er rétt á því að losna við tölvupóst frá fyrirtækjum sem þú hefur einu sinni gefið netfangið, þannig að það þurfa að vera
unsubscribe, afskráningarknappur. Þetta aftur dæmi svona Og hverju einustu síðu svo ferði inn þá ertu að haka í 14 staði og viljir ekki fá kökur. Það frá Evrópusambandinu. Já, ég meina aftur, ekki eitthvað fullkomið kerfi en það til að, nú eru dómsmál í Bandaríkjunum varðandi samfélagsmiðlana inn á sviði barna, þannig að sko auðvitað er kerfið þar líka og það er annars konar, en spurningin er eins og lítur útgáfast mér, viljum við tilheyra Evrópu eða viljum við vera þessi klettur út í hafi og reynda að selja rússum öll eins og við gerum einu svona síld og reynda að selja bandarækjamönnum á okkur verði allt sem þið þurftu fyrir herstöðuna sína og reyna svo að selja eitthvað til Bretlands eða Evrópu og það hefur kannski alveg reynst okkur stundum vel sögulega en heimurinn er breyttur eins og ég sé það á svo svakalegan hátt að þeir sem að sko treysta varnarsamningi Bandaríkjanna ef að segjum að Trump sem takist eru íslensk stjórnvöld og ég myndi labba niður á þing. Það eru 63 þingmenn sem að telja að varnarsamningu við Bandaríkjum sé grundvallaratriði í öryggi Íslands. Já, að því það er eini aðilinn sem er búin að vera það hér og svo voru gerðir svona viðbótarsamningar við einhver önnur lönd og það eru hér vegna NATO ég held að séu belgískar þotur núna þó að sé heræfingur á Bandaríkjunum þannig að þetta er bara sko spurning aftur förum frá herþotunum og yfir í bara ef að hér fara að verða meiri skógareldar því ég man nú bara þegar kom skógareldur upp í Heiðmörk og kom í ljós að þessi eina skjóla svona mjúk fata niðan í þyrlu hún hafi legið inn í einhverju geymslu ofar götu þannig að við áttum ekki einu svona skjólu til að fljúga með vatni. Það loga allir skógar í Evrópusambandinu núna en það getur ekki verið þannig að þeir séu með lausnin á því að hér verði ekki skógareldur. Nei, en ég er að segja ef að þetta er svona symbolískt dæmi þar eru flugvélar sem lenda á skoplu upp vatni og fara og fljúa yfir hérna margfalt öflur en þessar skjólur niður í þyrlu og þær eru núna hafa verið að fara á milli landa til að hjálpa stað. Það er þetta almannavarna hlutverk Evrópusambandsins á milli landa að hjálpa stað. Þannig að ég er ekki að segja að við þurfum að fá einhvern þannig flota eða eiga tilganga því en þetta er hugmyndunum viltu vera mér finnst þetta svolítið eins og Bjartur í sumarhúsum það er eitthvað áfallað trygging inn í Evrópusambandinu þannig að til dæmis í sambandi við Grindavík að það kæmi einhver stuðningur frá Evrópusambandinu það er svoleiðis hluta til. Viltu vera með í tryggingafélaginu eða viltu þú segja ég borga enga brunatryggingu hér þú metur það hversu dýr er að kaupa trygginguna og einhver getur metið það sem svo að það er eiginlega betra við bara öxlum kostnaðina að þessu á 30 ára fresti þegar kemur einhver hörmungar og losnum við að borga tryggingagjaldið. Við fengum til dæmis að vera með í pakkanum á COVID-bóluefninu með Evrópusambandinu. Það var ekki samkvæmt EES-samningnum. Þeir hefðu ekki þurft að vera að láta. Þeir voru reyndar líka að stuðja við Afríku af því það er dæmi munin á Evrópusambandinu og til dæmis Bandaríkjunum eða öðrum stórveldum sem hugsa sig einmörg og ég meina þetta var að gerast. Evrópa var náttúrulega að hugsa sig með því að senda bóluefni til Afríku til þess að minnka líkunduna því þar verði stórkostlegur faraldur sem muni síðan berast aftur. Já, að því það eru nágrannar og þess vegna eflaust leyfðu okkur líka að fá að því að við vorum innan Schengen en við vitum ekki hvað næsta ógn er en við vitum að loftslagsváin er að valda allskyns ógnum, ekki bara þessum skógareldum sem núna heldur fleiru. Ég meina, ETS-kerfið er sett upp af Evrópusambandinu til þess að reyna að koma á markaðslegum forsendum og láta polluter pay, láta þann sem mengar borga og þá eru við í gírnum eins og í Ríó og Kyoto að því við byggðum hitaveitu fyrir 100 árum þá viljum við undan þá. Við viljum ekki þurfa, að því við erum ekki búin að standa okkur í því að draga úr losun að þá viljum við undan þá. Meðan að ef við hefum staðið okkur í því að draga úr losun þá hefur við getað nota það sem skiptiment í þessu kerfi á móti fluginu. Þannig við fengum framlengda undan þá en sko það er bara spurningin í núverandi ástandi heimsins
og út frá þessari sögu og viljandi vera fullvalda þjóð, svona fullvalda þjóð alltaf á undanþáum og að fá svona súkkulaði, fá að slæta og fá að eða að vera með, þú veist, fullgildan aðila við borðið, 1 af 28. Ég bara... Sumir finnst það svo lítið að takið ekki að tala það. Nei, ég meina, kannski erum við bara of lítil til að geta. Og akkur ættum við að vilja ganga í Evrópusambandið sem alltaf refs okkur fyrir að það hafi ekki rétta stefnu í umhverfismálum eða ríkisfjármálum eða... Refs okkur? Já, það eru, við stöndum ekki, við draugum ekki nógu mikið úr mengun. Já. Og þá þurfum við að borga fyrir það. Sko, alveg eins og Trump setur bara tolla á einhverja sem ég menn hann setur með þessu auknu tolla á Kanada út af skógareldunum þar og menguninni. Ég út að sjónvast þetta einu svo því, sem er ósattur við. Sko, og hvort heldurðu að sé skynsamlegra að tjónka við samherja okkar í Evrópu og Evrópusamdurinn sem vilja gjarnan held ég núna leyfa okkur að vera með miklu meiri undanþáum heldur en 2013 þegar við dróum tilbaka. Og tróður ekki svona við Já, og ég meina það var bara í Financial Times í vikunni, siglingarlegin yfir Norðurpólinn er orðin opin, það er að fara að koma gámaskip í viðbútt við að öll sundin, ekki bara Hormúsund, heldur Suez og Panama og þessar siglingarlegir hafa verið í allskins vandræðum undan frá því í raun og vera af COVID-lærdóminum þegar byrjaði að koma svona hyggst í flæði og voru allt í 500.000 gámar tómir í Ameríku og vantaði gáma í Kína eða öfugt, þú veist að þetta er annað dæmi hvernig heimurinn er að breytast og hvort að við ætlum þá bara að reka einhverja kínverska rekna höfn í Finnafirði á Langanesi verandi við þessa leið og sko ég held að Evrópusambandið þurfa að sjá núna með því ef við segjum já og við segjum inn að þarna geti þeirra hagsmunir okkar farið saman og við verið með í klúbbnum og fengið að sjálfsögðu okkar fiskistofna undanþegna sameiginlegu stefnunni. Ég sko hugsa ég vel að við hefum getað fengið orkumálin okkar þannig ef við hefum verið með öðruvísi sem við erum með núna, því núna erum við bara innlega reglur að þurfa að skipta upp Landsvirkjun og Landsneti að því það með að við sameiginlega meðan annars að Jóni Baldur sem gerði nú samningin að við hefum aldrei þurft að gera það sko. Nei, ég er alveg samfærður það líka. Að ofleika. Ég er alveg samfærður það af því að þú færð undan þá hjá... Þú mútum við losna við allar þessar auglýsingar, heimskulu auglýsingar raforkusalana. Að því aftur, í Evrópu sameiginlega markanum, samtengda markanum var það skynsalegt þegar einhver áttu aukaramagni geta nýtt annars staðar og svo er verði nota til að regulera það á milli og svo eru komin snjallar reyndar stórkostlu galli til þessi svo í Noregi eða náttúrulega það meikar í lengan sens að allt í hækki verði í sunnaverðu Noregi þannig að séu orðið sko 15-falt á við það sem er norður. Aftur og ég held að þeir eru náttúrulega svo langir þú manst að ef maður snýr Noregi Oslo þá fer nýsti hluti Noregs niður til Rómar þannig en þú veist það er fullt ég meina var ekki Malta með undan þá skjóta og grilla lóur ég meina ef að þeir myndu fara að drepa alla lóurnar heldur að við myndum ekki mótmæla að kæma einhver lóur hér á vorin þeir fá sér undan þá fyrir einhvern pínulítinn sögulegan hefðarétt þó ég myndi persónulega vilja við bara hættum að drepa refina okkar en þeir drepa engin lömb lengur og hann er friðaður. En Evrópa mun banna okkur að drepa refina. Já og við kannski semjum sér undan þá ef að það er svona mikilvægt. Skjóta heimskutta refina. Mér finnst það ekki gera það, mér finnst það ekki að fá sér undan þá þar en punkturinn er þessi, það búið að vera slá svo mörgu fram í umræðinni til að hræða fólk og mála upp skatt og þetta er svipað maður sá með Eurobassing í Bretlandi í áratíðum Murdoch bara sem átti mjög stóran hluta fjölmiðlum þar og ég held reyndar líka alveg komið í ljós ég meina rússneskir hagsmunir sem voru með mikil ítök í London vildu gjarnan losna við þetta peningaþvættis eftirlit Evrópusambandsins og þess áttar og það var nú notað ef við munum áratug aftur í tíman Cambridge Analytica samfélagsmiðla
profilering í kosningum eins og hjá Trump. Þannig að sko, lýðræðið er undir mjög mikið ógn af þessum tæknibreytingum í heiminum. Við erum með fjölmiðla í mjög veikri stöðu hér á landi núna umræðinu þessar kosningar. Ég meina, ég kom með heimildin á Evrópublaðið og það var með sér fyrr í ár meiri Evrópu umfjöllun. En síðan er... Morgunblaðið með mikla Evrópu umfjöllun. Já, á sanngjörnum blaðamannslegum forsendum þykir þér reyndasti blaðamaður Íslands? Ég les ekki manga svo vel. Nei. En fyrir mér lítur nei hinn öfluga nei barátta út fyrir að vera sko drifin áfram af hagsmunum sem að svolítið erfitt að sjá sem sko ef maður reynir að fylgja því hver hefur haginn af neyinu að þá það, finnst mér svolítið ef ég má taka líkingu við þegar var búin til hér hugtaki neðarflugbraut og sérstakur flokkur sem það var samþykkt aðalskipulag maður lokar ekki okkur flugvelli en allt í einu var svo mikilvægt að verja hann og halda honum áfram og nú hávaðinn langt yfir Evrópum sambandsreglugerðar mörkum hollustu og mér sýnist að núna sko hverjir högnuðust af því að hann fór ekki séu einhverjir Cessna eigendur og túrista þyrluflugmenn og einkaþotu auðmenn sem að lenda hér í miðbænum sko að því að ég er svona að fólk út á landi myndi segja að það væru þeir sem að veikjast út á landi sem hafa líka hag af því að geta lent í bakgarði sjúkrahússins. Já, en sko aftur, við erum hérna með landhelgisgæslu þyrlur sem að fljúga 200 mílur. Og það gleymdi að gera ráð fyrir þyrlupalli í landsbyggðunum. Já, og við erum ekki með neinar það sem heitir í Skandinavíu helikopterambulans, semst litlar þyrlur sem eins og fljúgandi sjúkrabílar. Við erum með landhelgisgæslu þyrlur 200 mílna og við sko það var einhvern rosalega pall fyrir það en ef við hefðum nú bara flutt innanlandsflug til Keflavíkur og þessar einkaþotur og þetta dót og haft bara nokkra jável litla þyrlupalla á bæði borgarspítalanum og nýja Hringbrautarspítalanum og gætum sko farið að því sjúkraflugið þarf að setja upp í sjúkrabíl og keyra, ég meina, þú veist, þetta er alltaf svona hugsað út frá einhverjum afmörku, en það er búið til eitthvað einfalt koncept, fullveldi tapast neyðarflugbraut en svo ef maður skoða fjölskyldubílinn að þá er þetta bara heyrðist mér hljóðkútspilar Cessnur og túristaþyrlur og einkaþotur. Þetta er farið svona Víðavöll, þetta er umræðan Víðavöll og ég var ekkert að reyna að halda utanum hann, en nú langar mér til svona seinni hlutunum að gera það. Að sömulítið það sem þú búin að vera að segja núna er það að Ísland hefur bara mjög gott að því að tengjast svona þroskaður í stjórnsýslu og svona samfélagi sem að á einhvern hátt væri að verja almenna borgara, að það væri stórt skref í þá átt að tengjast Evrópusambandsins. Við fengjum inn staðla og reglugerðir sem eru bara góðar, sem eru til þess að vernda almenning og við fengjum þá stuðning til þess að byggja hér upp vegakerfi og annað slíkt. Og hluta af þessu hefur við fengið með þess, ég meina hér væri ekki hægt að stunda sjósund nema út af hollustu reglugerð og klóakreinsistöðum. Fullveldi okkar til að fá að dæla skítnum 20 metra út í röri og hreinsuðum í staðan fyrir að vera setja svona stöðvar sem dæla 400 metra út og sikta burtu draslið. Ég meina þetta var gert út af ES. Já, ég meina svona í stílfærðri leið. Við fáum svona uppfærslur í gegnum reglugerðið þaðan. Við sleppum við sumt af því. Ég meina, og það þarf ekki alltaf að vera frá Evrópusambandinu. Bernasáttmálinn, að því að við varum að fjalla með Auði Jónsdóttur umhverfismálinn í Evrópublaði heimildina í júlí, kom mér alveg svakalega óvart. Ég hélt að Þjórsárver væru verndu sem hvað Ramsarsáttmálanum og Bernasáttmálanum verndun. Við skrifum undir eitthvað svo alþjóðlega samninga, svo gerum við ekki til að fylgja eftir. Í síðustu umsókn Evrópusambandið kom hér peningar frá því til að bara við færum að dokumentera
líffræðilegan fjölbreytileika sem við höfum ekkert verið að skrá almennilega og núna eru bara jarðýtur upp í Þjórsárverum þó að við höfum skrifað undir Ramsar-sáttmála því við erum ekki búin að innleiða hann og það er ekki friðað og verndað. Við fáum þarna svona utanumhald og auðvitað þurfum við að gera heimavinnun okkar og vinna úr því en við svona, hvað að segja, við fáum skapalónið eða templatein hérna svona uppkastið ramman. Já, af því að við erum segjum bara vanþróað, við erum hérna samfélag sem er ungt og ég held að margir til þessi Austur-Evrópu horfi á þetta með sömu augum og þú, að það sé bara gott fyrir okkur hérna í Slóvakíu að tengjast Evrópusambandinu og fá einhverja svona að læra því sem hefur verið gengið vel í að byggja upp svona þokkalegt samfélag. Já, og bara þeirra iðnaður getur búið til íhluti í bílana, hvort sem það eru Volvo bílar í Svíþjóð eða BMW bílar í Þýskalandi. Þannig að þú tekur afstöðu út frá þessu. En má ég spyrja núna um evruna, það sem er rættu í umræðinni núna, er að Evrópan hérna er stöðugri. En vankantandi við hana er það að við getum ekki fellt gengið. En við getum ekki fellt gengið núna? Þingmenn geta ekki beðið gengisfellingu? Nei, það fellur þá ekki í gengið sem að leiðir til svona leiðréttingar, bætir snögglega samkeppnishæfni íslenskra atvinnugreina og samkeppnisgreina. Dregur þar alveg úr atvinnuleysi. Ef að við erum bundnir evrunni þá mun skellurinn koma á okkur og hann mun birtast sem aukið atvinnuleysi. Þetta er aftur einföldun módela hugmynda hérna Mundell sem er löngu dauður hagfræðingur optimal currency area hérna og samanburður aftur við Bandaríkin og Evrópu. Sko, við erum búin einmitt vegna EES að vera að flytja hér inn vinnuafl til að halda uppi þenslunni eða hagvextinum undanfarin ár og ferðamanna hérna sem má ekki kalla bólu, það ferðamanna vextinum. Við höfum aldrei geta gert ferðamennsku að stærstu atvinnugreininni og svo núna kannski er tækniðinaðurinn að verða stærsta ef að ferðaþjónustan er komin á einhvern stað þar sem að hún verður svona bara stöðug og það byggist á því að hér er frjálst flæði fólks með þekkingu sem kemur og vinnur. Núna sjáum við bara gífurlegt atvinnuleysi vera að aukast og sérstaklega hjá aðflutta vinnuaflinu, maður má nota svona hérna kapitalist orðfæri eins og þetta sé bara einhver hráefni sem sé að sækja. Og það eru fleiri á þessu ári, þá hafa fleiri farið frá landinu heldur komið af erlendu vinnuafli. Þannig að þannig erum við hérna með sveigjanleika og evrópska efnahagsvæðisins þannig að halda að en all Evrópulöndin hafa hennar sveigjanleika en í mörgum þeirra er bara rótgróið atvinnuleysi og sérstaklega með ungs fólks. En þú ert að segja það bara með því að tengjast hérna vinnumarkaðum sem við gerum nú þegar og þá séum við ekki hættu á því að lenda í svona langtíma atvinnuleysi. En það er langtíma atvinnuleysi á Spáni til þessi ungu fólki sem er bara krónískt og stórkostlega skaðlega áhrif á það samfélag. Já, en það er ekki orsakasamhengi að það ætti að smitast hingað yfir. Þú veist, það sem það snýst hjá okkur. Auðvitað getur við alveg aukið atvinnuleysi ungs fólks sem er með sér að byrja að aukast og við okkar sér íslenska leiðir ofta að breyta einhvern veginn talningaðferðunum eða flokkununum til að láta þetta hverfa svona, til að líta vel út í OECD-tölunum þar sem við viljum sýnast svona hérna alvöru með mönnum en hérna sko það að nota það sem fælingu er hins vegar það sem ég veist hagfræðilega svo órökvíst að við það að ganga í Evrópusambandið að taka upp evru að þá muni hér þetta gerast. Sko, það er bara svo margir þættir. Ég meina það er ferðamanna það er bara hve margar þotur lenda hérna með ferðamenn sem ræður því þú veist eins og þorsk gengd áður sem ræður því bara hvort það sé hérna
meiri útflutningstekjur eða minni. Já, þetta er sveiflu, þetta er hagkerfi sem er veikt fyrir sveiflum. Já, og þess vegna verðum við að hafa sjálfstæðan gjaldmiðil til þess að leyfa honum að sveiflast með okkar sveiflu. Við hættum að fella gengið fyrir útflutningsatvinnuvegina fyrir áratugum. Hér er Seðlabanki... En gengið féll. Já, eftir hrun, já. Eftir hrun, já. Já, það er ekki gott hagstjórnartæki. Það hefði ekki fallið ef við hefðu verið í evru. Nei. Og þar alveg hefðu uppbyggingin hér á Íslandi ekki orðið að pröða og varð. Þetta eru rök neyjarana. Já, sko. Gengi fjall að því gjaldmiðlinn var búin að missa allan trúverðuleika eftir að íslenski bankamenn misnotuðu sér aðgangina 400 milljón krónar markaði og lokkuðu til sín sparifjáreigendur með ofur háum innlánsvöxtum og sögðu síðan þegar þeir fóru að hreina við ætlum ekki að vera með í evrópsku innstæðutryggingunni, að hún gildi bara það er ákveð bara Ponzi svikamílu. Já, hérna þannig að það var búið hér að sko þannig að gjaldmiðillinn féll út af því það hefði ekki gerst ef við höfum verið í evrunni fyrir þetta er svona eins og að tala við höfum getað bakað svona pizza út úr þessu eða hins einn ef við tekja henni sundur ekki. Það voru nú bankakreppur, það var ekki bara danskur banki sem féll fyrstur, þannig að voru bankakreppur í Evrópu, Írarnir voru í mjög slæmum málum. Já, og það var engin neytandi í Evrópu sem þurfti að taka á sig 50% launalækkun og vegna hins frábæra sveigjanleika gjaldmiðilsins og það á við en fólk tók á sig atvinnuleysi. Það er rök neyðist þannig að sársöki kemur fram í atvinnuleysi sumra sem eru engum ungt fólk og það hefur bara mikil skaðleg áhrif á samfélagið. Já, og það er, sko, þetta er ekki annarkvort eða svona og að þú veist, íslenska krónuna ef hún hefði átt að fá að falla eins og eðlilegt hefði verið sem líkonunum þá hefði hún fallið 90%, fallið var stoppað í 50 með gjaldeyrishöftum. Sem er bara eðlilegt. Eðlilegt, en er það rosalega góðu sveigjanleiki? Ég hef heyrt menn vera að tala um það að hérna, við fylgjum krónunni gjaldeyrishöft og svona, ekki var ég við gjaldeyrishöftin eftir hrun. Ég stendi í einhverjum svona alþjóðlegu viðskiptum eitthvað. Nei, en það er þá, ef maður er að tala um kostina við að hafa sjálfstæða mynd, mín vegna mætti vera gjaldeyrishöft ennþá. Sko. Já, þá er þetta auðveldar að halda verðbólgumarkmiði. En sko aftur, þá kemur þetta, þá færðu enn minni erlenda fjárfestingu aðila sem kemur hér. Grættir þú eitthvað á erlendu fjárfestingu sem keypti H.S. Orku? Nei, og ég hef skrifað greinar í vísbendingu og gagnrýnda einmitt þessi hagvöxtur síðustu 2 ára hefur verið vegna gagnaversuppbyggingar erlendra aðila hér á landi sem að margir held ég bara húseigendur og skuldsettir Íslendingar hefðu bara viljað hafa minni hagvöxt og minni verðbólgu. Þannig að sko, en aftur, vöxtur er ekki alltaf góður vaxtarins vegna en það sem að eru kostir evrunar eins og ég sé það út frá þjóðhagslegu samhengi og fyrir almenningi í landinu og fyrir fyrirtæki í landinu og nýsköpun að við verðum fyllilega komin inn á evrópska markaðinn, ekki bara sem meðspilari í EES með þennan stór hættulega gjaldmiðil sem að fyrir erlenda fjárfesta er bara að þú vilt ekki snerta með töngum að því þú veist ekki hvort setja hann í höft eða felli gengið eða, þú veist, þannig að þú getur ekki reiknað út hérna þegar þú ert að bjóða í. Það vantar okkur ekki peninga, við eigum eiginlega of mikið af peningum í lífeyrissjóðunum. Við þurfum ekki að laða hingað erlenda fjárfestingu til þess að byggja upp Ísland. Við eigum alveg nóga peningum sjálf. Já. Þú veist, við erum ekki hérna Ísraelslöndin eða Slóvakía. Við þurfum ekki erlend fjármagn. Nei, það er alveg sjónarmið, en viltu þá hafa þennan peningðin í þessum risastóru lífeyrissjóðum sem eru með bestu ávöxtun í evrópskum samanburði að því að það er svo há prósent og svo er hérna verðbólga sem étur það niður um 5% á ári, sko. Hérna, þetta er bara eins og matadorspil, sko. Hérna... En ég held að við séum nú dottin í það að vera með betri eftirlauna greiðslur heldur en flest og nú dettum við nú hoppum við kynslóðin mín, hún er að fara út úr lífeyrissjóðakerfinu að fá
miklu betri eftirlaun heldur en fólk bara í Danmörku og Svíþjóð. Sko, og aftur, þarna það vegna þess að við erum með það er við erum svo duglega að borga vexti sem að fara inn í lífeyrissjóðina, þannig að þegar þú borgar allt og háa vexti, þá ertu að leggja til efri árana. Nei, þarna ertu ekki að tala um vextina. Sko, þetta er nefnilega gerist svo oft í umræðinni. Þarna er vegna þess að við erum með full fjármagna kerfi fyrirfram. Þú ert að borga 18% í viðbótarskatt af laununum þínum inn í þetta kerfi. Og það er sagt að þeir séu bara á hausnum í Evrópa því þeir taka þetta í gegnumstreymiskerfi. Þetta er bara fundamental munur og hefur ekkert með gjaldmiðlun að gera. Og það er stór vandi af þessum stóru lífeyrissjóðum hér, innanlands hér, í þessari krónu og það er hundruð manna í vinnu við að reikna þetta út allt saman og halda utan þetta kerfi sko og svo er það valið þetta er vandinn við rökvísina sem er svo flöktandi í íslenskri efnahagsumræðu. Stundum er þessi 12-18% viðbótar lífeyris frádráttur á launum talið með í skatti. Þess vegna er Ísland talið sem með hæstu skatta í OECD eða Evrópu. En svo ef þú tekur samkvæmt bara stöðluðum útreikningum þá erum við bara kringum meðaltalið. Við erum ekki með háa skatta, við erum með lága skatta á fyrirtæki og og það er eitt stærsti kosturinn sem ég sé við það að ganginn að þá neutraliserast út þessi sér íslensku hagsmunir og þessi órökvísa umræðan þar sem er hoppa svona á milli og hér kemur bara fólk sem vinnur í kommissjónu í Brussel og fer yfir tölunar í samanburði við önnur lönd og segir, heyrðu, hallinn á ríkissjóði er svona mikill, frumjöfnuðurinn er svona mikill, það er þú þarft núna að lesa greinina og hans Dagsbé og Vísi eða Gauta sem er að vísa í fylgi kafla viðauka 7 í IMF skýrslunni sem kom í júlí stöð og þá getur þú séð raunverulega skuldastöðu Íslands og halla á ríkissjóði en ekki þess að sér íslensku útreikninga eða rugl í umræðunum tölur hingað og þangað. Við munum hins vegar ekkert fá einhverja aðstoð frá eða sektir frá Evrópusambandinu. Það kemur bréf, heyrðu, þegar við farið fram úr eins og þið senda á hinn löndin sem að fylgja, það er viðmiðunarreglur aftur, skapalón og sem á að stefna en umræðan fer frá því að hér það kemur svona stöðlu upplýsingagjöf og þú þarft ekki að vera í prógrami hjá IMF þar sem fólk kemur hér og fer yfir eða enginn les skýrsluna sem kemur heldur bara vitum stöðuna, vitum hvernig við erum að standa okkur. Þú ert komin í það að við hefðum gott að því svona það verið ægi sem myndi fylgja því sem að er krónískt vandamál í Íslandi að vant draga. Og þannig þú ferði frá evrunni aftur í rökslega með þeim. Nei, þú fórstu evrun út í lífeyrissjóðakerfi út allt til að fara aftur á evrunni. Það er sem að og þú veist, það mun taka það geti alveg tekið okkur sko og ég held að við getum mjög hratt farið inn ef það er svona góður samningur í boði eins og lítur út fyrir og hefur verið svona í að og en síðan eftir að hún komin inn að þá bæði þurfum við að taka til og laga í ýmsu til að uppfylla við erum innan skilyrðana en það getur farið á þessum tíma á ýmsa vegu. Aðalatrið er að ég held að geti tekið lengri tíma en ég vel hjá Króatíu fyrir okkur að komast inn í evruna en kannski ef ég rátt fyrir mér, það er svo margt sem spilar hann inn í. Aðalatriðið sem að ég er samfæður að koma við inngönguna er að þá kemur stöðuleiki á gjaldmiðilinn og traust þannig að hann er að koma inn í ERM-kerfið og þá er Seðlabanki Evrópu og kommissjónin í Brussel, framkvæmdastjórnin í Brussel að hjálpa okkur að halda því innan vikmarka. Þetta er kerfi sem er hannað fyrir austur Evrópuna sameinast inn í Vestur-Evrópu. Við erum mjög sjaldgæft tilfelli, sérstaklega núna í þessum 2 síðustu stækkunum, svona norður ríkt land að koma inn. En við erum samt með okkar sér þarfir varandi fisk, varandi hitt og þetta. Ef það eru nú bara refir eða eitthvað þess að sem eru stóru deilumálin
Lundin var líka nefndur. Já, sko, ég var einmitt á kajaka, Brussel ætlar að banna Vestmannaeyingum að veiða lunda. Já, þannig getur neyjar slengt í upp. Sko, Færeyingar fá að murka lífið úr grindkolunum út á... Þeir eru ekki Evrópusátturinn. Færeyingar? Nei, þótt að Danir séu það. Jú, Þess vegna voru þeir að veiða í Barentshafinu og þeir taki ekki svona marka og sko refsiaðgerðum með Rússa. Já. Færeyingar og grænlendingar vilja ekkert vera í Evrópusáttur. Vilja ekki vera. Það enginn í nálægt sem vill vera í Evrópusáttur. Ekki Noregur, ekki Bretland. Bretland mun fara mjög fljótt. Já, það enginn öll að þú ferðir hringinn og bendir, þá hittur þú aldrei á Evrópusáttunni. Og Guðmundur í Breim nefndi í Silfrinu gær að við ættum þá bara að hengja íslensku krónu í dönsku krónuna eins og... Það er ekki svona grín, þetta er oft sagt að það færi íslensku krónuna. Já, ég held að ég veist alltaf þeir umræða hér, en það var út frá því að hagsveiflan hér var alltaf svo öðruvísin í Evrópu og það var til þess að koma því inn í umræðanbyrðu en hagsveiflan í Grænlandi þú veist, þetta eru úreld rök með gömurmódel sem hurfu við að gangin í EES sko. Og hafa breyst síðan ef við tökum upp ferðaþjónustu svo tökum upp tækni og hérna útflutning á lyfjakóperingum og öllum mögulegu, þú veist, þannig að sko, það sé ekki hægt að sjá fyrir sér þær efnarslegu stöðu þar sem við þyrftum að fella gengi krónunar til þess að lifa það af. Nei, betur, hvernig fellum við gengið? Með að keyra okkur inn í þrot. Ég meina, Seðlabankinn gengið við flökti, annars hérna sko bara flýtur, það eru frjálst flæði á peningum, þannig að það myndi gerast ef að Guðmundur í Brimi myndi leggja til einhvern viðbót við forðan, þannig að það verður að nota forðan í að tengja okkur við danska krónuna, því danski Seðlabankinn myndi ekki meiga vera að verja okkur nema við myndum gerast aftur bara þriðja nýlenda Dana eins og við vorum ef að það var fullveldisframsalið sem að útgerðarmaðurinn var að tala um. Aðalatriðið er að á 1-2 árum væri þessi peggun eða henging horfina því að flæði myndi, þú ræður ekki við að verja svona og ætlum við að fara aftur að spandera öllum gjaldeyrisforðanum okkar í einhverja eins og við gerðum eitt hrun, þú veist, hann hvarf, sko, hann var tekin að láni. Núna ég er frekar að tala um að fellagengið heldur en að verja það. Já, en hvernig, hver, þú veist, það er gamall heimur þegar þjóðastofnunum var til. Það er ekki eldra en að bara krónan hríðfjall 2008-2009. Já, í hruni, já, en á undan því var hún felld með því að þingmenn ákváða ráðherrar, þú veist, en það er ekki lengur til og við ætlum ekki aftur í annar hrun. Og svo líka krónan er ekki að sveiflast eins og mikið hún gerði áður og það er sáralítil sveiflur og krónur bara undan fyrir 15 ár. Já, ég held að muni bara eitthvað 2 krónum að eurunni núna og fyrir 15 árum. Já, ég er ekki sko, enda núna er stöðugt flæði inn frá túristum ef það hætti og við myndum þurfa að fara að ganga á forðan þá myndi breytast. Punkturinn minn er þessi með að við förum hann inn og fengjum stöðuleika. Það er ekki gengissveiflur eða gengisfellingar eða tapa því að geta fellt gengi sem hefur ekki verið hægt undanfarin það heldur það að það kemur traust og trúverðuleiki á gjaldmiðlinn þannig að einhverjar keðjur, Costco kom frá Ameríku, þú veist, og er hér bara með í fákjæmi. Bretlandir innan, þetta er verið útgáfu en þú veist, og ég veit ekkert hvort að Lidl hefur áhuga að koma eða verktakar í einhverjar vegaframkvæmdir eða eitthvað, þú veist, þú veist, sameiginlegi markaðurinn virka þannig að ég get ekkert vita hvað af því virkar, heldur ég bara veit það að gjaldmiðlinn, og við sjáum það nú hérna innanlands, ég meina, það er 5% verðbólga, þú veist, ferðaþjónustan er farin að finna fyrir því. Hún ætti nú að vera með við önnur lönd sem ég þekki til, svo sem helst myndi vilja fá evrur, þannig að ferðamenn getur komið hér. En þegar að 5% hækkun á öllu, ár eftir ár, sem við venjumst bara, en erlendi túristar venjast ekki, ég meina, eða önnur atvinnu fyrirtæki eða tækifæri eða möguleikar. Þú veist, það kemur ekki þegar að þessi sjálfstæða mynd okkar sem gæti mitt fallið, þú veist, eða sem að minnkar að verðgildum 5% á ári, ár eftir ár, þú veist, og trúverðuleikin á henni er fallin innanlands, eins og hann féll alþjóðlega í hruninu. Og hvað ætlum við að gera daginn fyrir kosningar eða það forsenda á hvað kemur. Ég meina, þú veist, ætlum við bara að venjast því að lifa við
5% verðbólgu og hafa fastbundna 5% launahækkun inn í kjarasamningum. Þannig að raunlaun ekki hækka og lán bara hækka og lífeyrissjóðanir okkar blómstra af því að lánin okkar hækka. Þú veist, hver hugmyndafræðin við þetta frábæra sjálfstæði og fullveldi? Þá segja neyjararnir. Sko, verður bara lífskjör á Íslandi saman við annar staðar. Og við stöndum okkur bara vel. Já. Hér jöfnur meiri þess að. Já, samkvæmt Gini-stuðli, já. En ef þú skoðar, það má ekki segja einstæðamæður, sem fólk, heimili með einum fullorðnum og börnum, já, sjálfstæða foreldra, eða fólk í Já, það kerfi sem er velferðarkerfi sem rekið á ríkissjóðu hvers lands fyrir sig. Já, ég veit, en ég að segja þegar það er slengt fram þessum jöfnaðartölum og óheyrilegur húsnæðiskostnaður Evrópusambandið bjarga því ekki. Nei. Það mætti jafnvel halda fram að við óbreyttan húsnæðismarkað og upptöku evru ef það leiðir til lækkunar á vöxtum að þá mun það hækka verð á húsnæðinni að það er bara unga fólki getur gleymt í að kaupa húsnæði í Íslandi. Og aftur, það kæmu samt kannski einhver fyrirtæki sem vilja byggja á af gæðum en hagkvæmar eða það kemur einhverjir sjóðir sem vildu... Ég veit ekki, Bjarg reynir það, en það bara verðið á lóðin er svo hátt að það er ekki hægt að byggja á henni. Við erum alltaf að reyna að gera okkar eigin heima tilbúin kerfi og það eru húsnæðiskrísur í ýmsum borgum í Evrópu. Ég er ekki að segja að lausnin komið að hann, heldur, ég er að segja vandinn okkar er svo mikill bundinn í gjaldmiðlinum og þó að það er jafnvel, og það er ekki einu sinni víst að takist að taka upp evruna, því að sko bankakerfið í Króatíu, sem er síðasta landi sem komin í evruna, það var meira og minni í eigu ítalskra banka. Þess vegna gekk svo vel þar að taka upp evruna. Og það er alveg að finna einmitt fólk í neðri helmingi þjóðfélagsins í Króatíu sem er bara óanægt við að taka upp evruna því það varð dýrara við það. En munurinn á verðbólgu út í heimi eða svonleis einskiptis aðgerð eða íslenskri verðbólgu og það er ekki hægt að útskýra það fyrir útlendingum að verðbólga út í heimi, hún er levelbreyting. Nú er kaffibóllin komin upp í 2 evrur. En svo er hann þar, sko. Hér bara hækkar hann 5% á ári eða 10%, rakarinn hækkaði bara Ég geti keypt espresso bara á 790 krónur. Það er eins og þetta að kaupa, sko, bollar sjálfur. Og þetta er afleiðing af þessum gjaldmiðli og efnahagsstjórn okkar. Sem að trúir á verðtryggingu og fullveldi. Evrópa hefur verið á dagskrá á Íslandi alveg frá EES-samningnum, verið í pólitísku umræðum. Þegar það var sótt síðast, þá var það til dæmis stefna ASÍ að Ísland ætti að ganga inn í Evrópusambandið. Það er ekki lengur. Nei. Það var stefna samtaka iðnaðarins, en það er ekki lengur. Já. Af hverju er það að það er eiginlega minni bændurnir vilja ekki ganga inn? SA vil ekki ganga inn, Efling vil ekki ganga inn, Verkalýðsfélag Akraness vil ekki ganga inn, það er forystu fólk þess. Það er eiginlega enginn sem að vill ganga inn í Evrópusambandið. Nei. Ef við myndum ná saman þjóðaröryggisráði eða svona efnahagsfundunum þeirra, það er enginn þarna fylgjandi Evrópusambandinu. Nei, það var ekki svona Sonja hér hjá þér helgina og þessi fél og Bjarni var í Silfurinu gær, þeir vilja ekki taka afstöðu félögin en meiri hluti félagsmannana er þannig og ég hef skrifað það ég sko frá atvinnurekendahliðinni eða atvinnulífshliðinni sé ég einna helst þá skýringu að það hér er svo gott fákeppnisumhverfi og það yrði bara meira vesen í samkeppni við að fá fulla innleiðingu. Já, þá ætti við kannski að koma sko ASÍ sem eru þá félög almennings. Já. Því ef samtöku iðnaðarins skoða sína hagsmuni og segja nei, við höfum ekki að haga þessu, bændurnir gera það, nei, við höfum ekki að haga þessu. Bara allir sem að standa fyrir atvinnurekstri segja nei. Þá var það kannski hægt að stilla þessu upp eins og þú gerir ef að ASÍ og félagar vildu þá ganga inn, en það er ekki. Nei, og það er einmitt mjög mikið af vinnuvernd og svona umbótum á vinnumarkaði hefur einmitt komið úr þessum samevrópsku
baráttum eða réttindum eða ég vel síðan dómsmálum stundum. Þannig að það veldur mér furðu en ég skil ekki allt í heiminum, ég alltaf að reyna að skilja hvernig hlutinni virka en það og bændunni líka, og þarna held ég reyndar sko að hluti að umræðan fór bara það náðu einhverjir boltanum eða náðu einhverjir svona tökum og ég var keyra norðan á Skagafirði helgina og þetta á hverju einasta bíli heyrúla með neytak ESB. Ég held að íslenski bændur myndu sko fá mjög mikið út úr kerfinu í Evrópu. En Ásgeir, ég get ekki talað við bændur hérna. Og ég meina þeir heldu þing og hefur 90% sem að voru sammála á því að þau ættu ekki að sækjum. Og þeir eru í landbúnaði. Þú ert bara stjórnmálaskýrandi úr 101 sko. Akkur ætti að þín afstæða hvað bændur ætti að gera. Virka bara ekki neitt. Nei, en punkturinn minn í sögunni var sá að ég held að það hvernig þessi sko síðasta umsókn var, við vorum að koma út úr kreppu og krísu og þá vildu við allir bara fá björgun. Bjarni Ben meðal annars að taka við. En núna erum við hérna í svona tvískiptu samfélagi, svona K-samfélagi sem að mjög stór hluti hefur það mjög gott og síðan erum við með hálf ónýtt fjölmiðlumhverfi, þannig að þú veist það rosalega erfitt að halda uppi og þar spila inn í líka samfélagsmiðlar og gervigreind, þannig að það er að búa til ótrúlegt magn af efni og það þannig að sko umræðan og staðreyndirnar og sko ég er ekki einhver stjórnmálaskýrandi, ég er bara að reyna að taka þátt í fjölmiðlum, það sem ég vinn í fjölmiðlum og reyna að leggja mitt að mörgum hérna í sjálfboðavinnu og koma hér að ræða þetta og leggja mína þekkingu fram. En ég meina eftir doktorsnámi mitt fór ég í sumarskóla hjá CEP, Center for European Policy Studies og lærði hvernig kerfi Evrópu virkar og síðan hef ég búið í nokkrum Evrópulöndum og ég hef séð hvernig bændurnir í Norður Svíþjóð eins og í Finnlandi fá viðbótarstuðning því þeir eru að reka landbúnað á jaðri og síðan hef ég verið bara í Ölpunum mikið og þar eru bara bændur sem að reka kýrnar sínar upp í selin hærra og hærra í fjallinu þar sem þau bíta blóm og ég get bara keypt fínasta jógurt og þeir eru held ég að fá mun betri styrki heldur en massaframleiðslu bændurinn niður á sléttunni. Bændurnir í Frakklandi, bændurnir í Hollandi, meira sig í Þýskalandi, þeir eru mótmælar. Já, að sjálfsögðu, þeir mótmæla alltaf. Hefur einhvern veginn hitt sjómann sem ánægður með aflabröðin eða sjómann í Íslandi þegar ekki að fá þetta að tala eitt að neitt eins og þetta vissa plóksin. Það að bændur komi og sturti hrossaskít á torgin í hvort sem það er í París eða Brussel þú veist kerfið þar það hefur verið að draga úr og breyta þeim stuðningi en aftur, ég er engin sérfræðingur, ég var náttúrulega í sveit og mér þykir vænt bændur og mér fannst bara skringilegt að sjá aldrei neina járúlu, það voru bara neyrúlur þegar ég keyrði gegnum heiskapinn en sko ég aftur þá fer ég að hugsa sko bæði Brexit og umræðan þar og hvernig það hefur þróast núna og síðan sko ég var mjög hlynntur því að þessu yrði flýtt að vera ekki að bíða til 27 með þetta út af ástandi mála í heiminum bara og aðkallandi ýmsri ytri þættir og ég bara ræða Mark Carneys og bara það hefur orðið rof í heims hagkerfinu og ekki bara hagkerfinu heldur geopolítikinni sem landsstjórnmála áhuga vantar orði yfir þetta og geoeconomics er svona mjög mikið í alþjóðlegum umræðum núna þannig að sko við vitum í raun og veru ekki hvernig heimshagkerfið breyðar auðvitað stóri fíllinn þar sem við höfum ekki nefnt sem er Kína og vöxtur annara heldur en Bandaríkjanna og Evrópu við erum að verða sko minni hluti en ég geti fengið eitthvað neyjara til þess að lýsa breytingunum í heimspolítikinni nákvæmlega eins og þú
og niðurstaðan hér þess vegna verðum við að ganga í Evrópusambandið. Já. En hinn maður getur sagt þess vegna eigum við ekki að ganga í Evrópusambandið. Já. Og það er nákvæmlega sömu forsendur. Já. Og þess vegna maður stundum að velta fyrir hvað veldur því að þú vilt ganga í Evrópusambandið og hann ekki. Það er eitthvað sko... Já, kannski er það bara ég má kannski ekki segja misskilningurinn á túlkunin á Bjart í sumarhúsum með einhverju þess að bókmyndum. Þú veist að sjálfstæði felist í því að búa á bílinu þó hann þurfi að drepa síðan mjólkurkúna til að halda sjálfstæðinu sínu þar og vera sjálfstæð. Ég held að þessi freka þannig að fólk telli það bara sé ákveðin tækifæri til þess að standa fyrir utan. Við getum samið við Evrópusambandið, við getum samið við Bandaríkjamenn, við getum samið við Kína, við erum með fríverslunarsamning við Kína og Indland sem er meira en Evrópusambandið með. Já, og við viljum fá að flytja inn ódýrari vinnuvélar sem eru ekki CE-merktar þó að sko eða smábændaföt með eiturefnum í þannig að við fá útbrott og ég bara hef meiri trú á svona, en við vitum að það eru fólk sem er með þá skoðanir Evrópusambandið, það er bara gengið of langt í regluvæðingu. Já, ég veit Gott að Draghi ekki næstu verið aldrei fram. Nei, það hefur nú verið mjög mikil mistúlkun á Draghi-skýrslunni í íslenskri fjölmiðlaumræðu það, einmitt, sko hún er að fjalla hvað þurfum við að gera og breyta til að samkeppnishæfnin batni. Hefur þú séð einhverja svolítið úttekt á íslensku atvinnulífi? Eða úttekt hvað ef að ferðamannavöxturinn heldur ekki áfram? Það er komin atvinnustefna, við fjöllum það í sumarblaði vísbendingar. Ég meina, en hver er okkar stefna í þessum nýja breytta heimi? Ég meina, eitt er kannski á að setja þessa umræðu í gang og hlusta og heyra og fá lýðræðislega niðurstöðu. Ég meina, á að sjálfsögðu eins og í öllum kosningum þá eru mismunandi hliðar en forsendur þess að lýðræðissamfélag lifi af er að það séu traustir og góðir fjölmiðlar og upplýst umræða og ég ég er svolítið hissa á hvernig svo umræða hefur orðið og einmitt og hvaða hagsmunir raun og veru ráða og hvernig síðan tilfinningarök sem ég ber mjög mikla virðingu fyrir, tilfinningar eru staðreyndir sko, en hvernig þær geta sko trompað staðreyndimálsins eða umræðu staðreyndinar af því ef maður vill vera svona sanngjarn og ekki vera viss, maður vill ekki fara út í að lofa en ef að hinn hliðin síðan segir það atvinnuleysi aukast þá er þetta svo erfið umræðu umfjöllun sko. Stundum er þetta eitthvað segir að kostnaðurinn í Ísland verið 100 miljardar á ári og þá kemur næsti og segir ávinningur okkar er svona 800 til 1000 miljardar. Þetta er alveg svona keppni í svona popúlísku fullyrðingu. Já, og ég held að sé sko heiðarlega að reyna að svona setja, ég var allavega reynda í mínum skrifum að setja fram svona Bændur þeir lögðu fram skýrslu sem var svona úttekt á hvort þeir hefðu að haga þessu. Já, og sko það er En ég hef ekki séð svoleiðis frá til þess alþjóðsambandinu. Nei, það hefði kannski þurft að fara í einhver úttekt á þeirri skýrslu af því að það er svona hliðin. Ég sé bara munin á því sem ég get keypt af ferskum mjólkurvörum þegar ég er upp í Ölpunum í Evrópu versus að hér er allt vikna, ég vil 2-3 vikna gamla mjólkurvörur frá afurðastöðvunum 2-3 sem hér er áð öllu og bara leituna og úsætu mjólkur efni, hvað sem það er jógurt að skýra hvað sem er. Þannig að ég meina ég fæ betra skýr í Danmörku jafnvel heldur en hér þó ég hafi haldið að skýr var. Þú veist þannig að þannig eru mismunandi kannski smekkur eða bara mismunandi styrkleiki afla. Ég hef enga burði til að vera að berjast á móti skýrslu bændana eða ef að þeir trúa þessu. Ég meina þá kjósa þeir þannig en landbúnaðarpakkin er nú bara einn af mjög mörgum köflum og sjávarútvegspakkin annar og svo er fullt af öðrum köflum en ég í þessum samningaviðræðum sem þarf að fara yfir en mér finnst svo
bagalegt að fá ekki að sjá hvað kemur út úr þeim köflum og pökkum frá þeirri breytingu sem hefur verið gerð síðan, í heiminum síðan 2013. En ef að meirihluti þjóðarinnar vill það, þá verðum við þessi sjálfstæði klettur út í hafinu með Hvernig heldur að kosningarnar fari? Það breytist svolítið dag frá degi. Ég var alveg lengi vel mjög samfærður að þetta yrði mjög jafnt og það væru 17 atkvæði eða kannski 100 eitthvað atkvæði eða kannski 1100 atkvæði sem myndu skilja á milli og það geti farið hvort sem er. Núna, við erum á þriðjudegi, tæpum 2 vikum frá kosningum og það var silfur í gær. Bara 1,5 viku. Já, 1,5 vika frá kosningum og ég held að það gæti alveg sveiflast í svona einhvern 5% mun á aðra hvora hliðina en ég er ekki viss á hvora hliðina það muni lenda. Ég er náttúrulega vona að það fari yfir á að verði kannski svona 55-60% já og á móti neinu en ég hef oft verið of bjartsýnn fyrir minn málstað eða ég hef mjög oft haft rangt fyrir mér út af einhverju vonum að bara það að fá að sjá hvað Evrópusambandið til í að semja við okkur af því að staðan til þess núna er svo sérstök út af norðurslóðum, út af Trumparannum, út af heimsmálunum, út af Úkraínu og þessu stækkunarferli. Ég var nú bara að lesa stóra úttekt í Financial Times í síðustu viku stækkunarferli, það sem Íslandi er bara 1-2 línur í heilli síðu, af því að þetta snýst ennþá áfram austurstækkunina, og ekki bara Úkraínu, heldur öll hin löndin þar sem í kring og kannski bara klúðrast það stækkunarferli en þá erum við ekki einu sinni með möguleika á að sækjum, það verður kannski bara þá loka fyrir frekari stækkun sambandsins og þá segi ég eins og ég byrjaði að hafa áhyggjur af fyrir áratug þegar Brexit var að EES-samningurinn er ekkert eitthvað haldreipi sem við getum alltaf treyst á, það getur vel verið að honum verði breytt eða Þetta var honum líklega aldrei ætlað að vera langtímalaust. Ég skrifaði grein í vísbendingu það og fór að kanna hvaðan hugmyndi kom og hún er frá Delors og þetta var bara biðstofa og helmingurinn fór strax inn. Já, bara biðu valla korter í biðstofunni. Og við erum svona rest og Noregur náttúrulega borgar 94 eða 7% af þessu. Þannig að við aftur fylgjum með svona teikum aftan í og ég bara vil hætta að hanga aftan í einhverju eða sitja á pallinum á einhverju örubíl og setjast bara inn í bílinn og vera með loftkæling og miðstöð og útvarp og alla nýjustu tækni. Ásgeir, sumir eru að horfa á okkur í sjónvarpi og tekið eftir að þú ert með blátt naglalakk. Hvað merkir það? Það er að flagna af. Ég setti það nú bara á mig fyrir prætgönguna og sólmyrkvann þar sem Björk var að spila til skrauts en þetta er nú bara stöðningur við sólina og Björk og aðra sólir og fjölbreytileikan í fjölskyldunum. Það er alltaf gaman að fá þig hingað að koma sem oftast. Takk fyrir spjallið. Við ætlum að halda áfram við Rauðaborð, við erum alltaf að reyna að skilja heim sem er alltaf að breytast. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is